Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín í sófann komin Geir frá IBA og Sara frá Krafti. Velkomin. Takk. Þið ætlaði aðeins að segja mér frá perlinu sem fór fram hérna á sunnudaginn. Það var skorað á IBA, af IBVAF. Já. Og þið bara tókuð þeirri áskorun. Já, við fengum áskorun frá Vestmanningum, IBVAF. Þar sem þeir skoruðu á svona akureysk íþróttafélög að taka við boltanum, taka við perlunum. Já. Og við að sjálfsögðu skorust ekki undan því og blésum til þessa viðburðar síðustu helgi. Og það var alveg ótrúleg mæting. Við stóluðum upp fyrir, ég veit ekki, 200 manns eða eitthvað. Og svo bara hálftíma eftir að við byrjum, þá var bara komin vel við 300 manns. Þannig að við tókum okkur til og hreinsuðum íþróttahöllina af stólum og borðum og vorum farin að finna eldgömul skólaborð og veit ekki hvað til þess að allir kemist fyrir. Já. Þarna var fólk á öllum aldri og báðum kynjum og mikið líf og fjör. Og við perluðum hérna í 4 klukktíma. Veistu eitthvað hvað hafðist mikið af böndum eða afböndum? Já, sko, við náttúrulega erum úr íþróttum og erum mikið keppnisfólk og fengum að vita það að Eyjamenn náðu að gera 1538 armbönd og við erum nú að slá það út. Og við endum í 2302. Vel gert. Sem við erum mjög stolt af og þannig að við erum raun og veru rétt handhafar perlubikarsins akkurat núna. En auðvitað viljum við samt að það er ekki átt sem maður vill tapa, en ég vil auðvitað að einhver aðri slá okkur út. Einmitt. Og geri ennþá betur. Það er og áður þú segir okkur frá hverjum þið ætlið að skora á, þá ætla ég að spyrja þig, Sara, þetta verkefni, þetta var að byrja bara í Vestmannaeyjum eða hvað? Sko, þetta tiltekna verkefni, með þessum armböndum sem er hrint svona á stað til að sýna og bara strákurum í landsliðinu stuðning ásamt því að styrkja ungt fólk sem hefur greinst með krabbamein. Og þetta var svona hrint á stað með það í huga og nú HM að fara á stað, þannig að okkur langaði að sýna bæði stuðningi þar ásamt því að safna fyrir kraft. Og það er þess vegna sem svona íslenski fáninn og það? Já, það tónar vel við íslenska landsliðsbúning. Þannig að maður getur verið í gallanum með þetta og þetta að vera svona og fá íþróttafélögin með í það. En hefur Kraftur áður verið að perla eða hafa önnur félög verið að, mér finnst perla hafa verið svolítið svona, vinsælt upp á síðkasti? Já, það er búið að vera, sko, Kraftur er búin að vera að selja svona armbönd í sko svörtu appelsínugulu sem er liturinn hjá Kraft og var perla með Krafti átak fyrir jól. Svo fóru þeir í viðhafnútgáfu og sló Íslandsmet í perlunni. Já, perla í perlunni. Já, og þá voru slegin Íslandsmet í perli og þá kom út svona viðhafnútgáfa til að vera með fínufötin og svo núna er farið að stað með þetta og það er perlubikarinn sem fer á milli þeirra og það geta rauninni allir tekið þátt. Ef þið langar að reyna að slá þetta út, þá getur þið sótt það. Og Kraftur aðstoðið, en svo er líka áskorun í gangi sem hefur gengið frá IBVAF og hingað og svo austur. Og þú ætlar kannski að segja okkur, hverju þið ætlaði að skora á? Já, við ákvaðum að halda áfram í kringu landið og skorum á Austfirðinga í UIA, ungmenn og íþróttabandalag Austfjarða og þeir eru með bolta núna og taka þetta fyrir að stjórnarfundi veit ég á næstunni og ég hef enga trú að þeir taki þessar áskorun og eins og ég sagði, vonandi bara að sláður okkur út. Það væri frábært að þó að þið fáið bikarinn, þá vonum við það auðvitað. Og með þessu er verið að búa til lager af armböndum sem eru svo seld inn á heimasíðu? Krafts. Kraftur.org. Það er hægt að nálgast þessi armbönd. Og svo verður, af því að við erum rosa keppnisþjóð, að þá verður núna helgina 12. maí á morgun í stúkunni í Laugardalshöll og þar verður 12 sem ætlar að standa fyrir þeirri og þeir ætla ekki að taka bikarinn til sín en þeir ætla að reyna að slá Íslandsmet. Í þessu perli? Í perli. Nú. Og mér minnir að perli, Íslandsmeti hafi verið 3000 og eitthvað armbönd og þeir ætla að reyna að fá alla stuðningsmenn íslenska landsliðsins í stúkuna á morgun og þar verður eitthvað svona húlumæ og þar verður meðal annars landsliðsþjálfarnir Freyr og Heimir sem ætla að ata kappi í að perla armbönd
og Gummi Ben, alltaf lýsa því. Þetta getur ekki klikað. Nei, þannig að það er að búið til svona Og er það fólk bara í stúkunni að perla? Hvernig? Já, ég held að vera að reynsa eitthvað til hérna inni. Já, undir stúkunni á Laugardalsvellinum. Já, ekki í stúkunni sjálfur. Nei. Þetta er magnað. Bara kærar þakkir fyrir komuna og við minnum á heimasíðuna. Þetta kostar 2.000 kall, armbandið það ekki. Og bara allir að kaupa sér armband eða mæta á næsta perlu viðburð eða bara bæði. Klárt. Bara bæði. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Við endum föstudagsþáttinn í kvöld á því að kíkja á sýningu á lokaverkefnum nemenda frá Myndlistaskólanum á Akureyri. Sýningin er opin til 15. maí og er opin milli 1 og 5 í húsnæði Myndlistaskólans. Takk fyrir og gjörðu svo vel.